talandi tónlist, það mikil tónlistarhátíð að hefjast í Reykjavík í dag og stendur núna helgina. Þetta hátíð sem að heitir Sónar og við ætlum að forvitnast örlítið þessa hátíð og hann komin á línuna hjá mér, Steinþór Helgi Arsteinsson sem að einn af skipuleikendum hátíðarinnar. Góðan og blessa daginn. Já, komið sjálfur sér. Þetta helgarinnar mikil fjöldi af listamennum sem að koma fram í ár. Já, við höfum aldrei haft jafn marga í ár. Þetta rúmlega 70 stykki og helmingur kemur erlendis frá og þannig að það verður nóg að vera hér á þessum 5 sviðum sem verða í gangi í Hörpu næstu 3 daga. Já, og í hvað skipti þetta sem að hátíðin haldin? Þetta 4. sinn sem þetta haldið hér í Reykjavík en hátíðin sem slík Sónar er frá Barcelona. Já. Og hefur verið haldið þar í eitthvað 2 áratugi eða svo. Og getur þú nefnt okkur einhverja tónlistamenn? Ég bara spáði hvernig þetta virkar. Einhverjir stærri viðburðir og minni viðburðir eða? Já, bæði og. Við nýtum okkur bara Hörpu sem ákveðið hljóðfæri og setjum upp svið hér á Víð og Dreif og svo notum við aðalsalina eins og Silfurberg og Norðurljós. Það eru svona aðaltónleikarnir en svo eru líka eins og við gerum sérstakann klúbb niður í bílakjallara. Já. Sem alltaf mjög skemmtilegur og en síðan er fólk eins og bara Silfurbergi þar eru svona sérstu afstæðstanir, við vorum til dæmis með Skrillex þar í fyrra og Major Lazer og núna í ár erum við með eins og Angel Hayes og Páll Óskar og Hudson Mohawk og fleiri góða. Já. Og ég var að fara aðeins yfir listan og ég sá með Páll Óskar og svo Úlfur og Reykjavíkur dætur. Já, við erum reynum, þetta svona Sónar víst kannski svolítið danstónlist eða kannski fyrir eitthvað svona elektróniska tónlist og við erum svolítið svona, það svolítið svona að keyra á því konsepti og bara nýja tækni varandi tónlist og einnig varandi alla visuala og ljós og þetta svolítið svona upplifun bæði fyrir augu og eyru. Og það verið svona að láta þetta vinna svolítið saman þessa nýju tækni varandi tónlistarsköpun og við svona tökum það í mitt allt frá Páll Óskari sem náttúrulega bara frumkvöld í danstónlist á Íslandi og yfir í bara alveg svona nýtt bara íslensk techno eins og Bjarki og svo erum við með hip-hop og bara fullt af nýju íslensku bara poppi getum við kallað þessu. Og það einhvern veginn, maður tengir við að það náttúrulega hægt að mæta og bara að dansa? Já, einmitt. Það verður nóg hægt að dansa hér þessa helgi og það verður örugglega fullt af svitapollum sem við þurfum að þvo hér upp og en þetta ekki bara að koma og dansa, heldur þetta snýst að upplifa að fá svolítið svona öðruvísi stemningu og þá líka svo gott að vera með Hörpunum sem svo svona visuáli hún svo falleg og það svo skemmtilegt að vinna með hana og við til dæmis erum eitt svið sem við stóra ljósvegginn og tengjum hann við tónlistina þannig að þá getur verið að hlusta bara á hvað DJ verið að spila og þá ertu með stóra ljósavegginn sem í svona syngi við og hann myndar svona öðruvísi stemningu. Skemmtileg hugmynd. En svo þið líka í samstarfi við UN Women á Íslandi. Já, við hefum gert alveg frá upphafi vera í samstarfi við UN Women og þeir hafa alltaf verið með hann árlega viðburð milljarður rís gegn ofbeldi og þá allt bara tróði hérna hjá okkur, það bara mæta fyrir fullar rútur og við setjum bara upp stórt og mikið kerfi og DJ Marger fyrir aftan spilarana og bara dempur hás og tekno yfir mannskapin og það trillast allir og setja nefan upp í loft og berjast þannig gegn sína þannig ofbeldi vandlatingu sína. Já, nákvæmlega. Þið gerir þetta semst í Hörpu í samstarfi við UN Women á Íslandi. Já, og þeir náttúrulega gera þetta út all land og það ekki bara viðburðir hér í Reykjavík. Já, mér skilst öll að þetta séu bara þáttakendur í yfir 200 löndum líka. Já, akkurat. Sem að dansa saman á morgun. Já, þetta bara alþjóðlegur dagur hjá Sameinuðu þjóðunum. Já, en talandi það eins og þú sagðir, þetta út all land og við erum að tala Akureyri, Ísafjörð, ég sé Seyðisfjörð, Reykjanesbæ, Neskaupstað, Höfn í Hornafirði og víðar og UN Women í Íslandi erum að hvetja fólk bara alla vinnustæði, skóla, vinahópa til þess að mæta og með dansinn á vopni. Já, þið þurfum vantilega að gera eitthvað þannig að Suðurlandi. Já, heldur betur. Það er ekki spurning.
þurfum að taka okkur til og sér upp á Ölfusabrúna og dansa almennilega. Þetta er hugmynd fyrir næsta ár, við erum alltaf aðeins og segja núna. En þið segið að það hefur verið uppselt á Sónar Reykjavík í fyrra? Já, hitti fyrra. Þetta eru kannski svona rétt svona 300 manns sem eru hérna á hátíðinni og þar að eru hátt í 1500 útlendingar sem koma inn að bara fyrir hátíðina. Já. Og hérna, þetta er slatta fólki og mikið fjör. Eru einhverjir miðar ennþá í boði? Svona fyrir þá sem kannski er að hlusta? Það er alveg hægt að bruna hérna niður í Hörpu og ná sér í miða. Við reynum bara, ég vil bara þakka til að Harpa segir okkur að nú sé komið gott, sko. Já, ok. En fyrir þá sem eru kannski ekki alveg í höfuðborginni? Já, þá er þetta að fara á tix.is og kaupa miða þar. Og það er líka að kaupa miða á Stöðkvöld. Þannig að ef einhver vil gera sér ferð í bæinn og gera sér glæðan dag á laugardaginn og lita sér upp og þá er það í búið líka. Gott að veita því. Já. En allar nánari upplýsingar hátíðina, svona fyrir þá sem kannski vilja skoða dagskrana? Á sonarreykjavík.com. Ok. Það eru allar helstu upplýsingar og svo bara inn á tix.is er þetta nálgast með það. Já, ok, frábært. Steinþór, takk hérlega fyrir þetta og góða skemmtun til ykkur helgina og ég vona þið bara dansið af ykkur, ég ætla bara að segja raskatið á morgun. Já, það gerir þessu sannlega. Takk hérlega fyrir þetta, gaman að heyra ykkur. Allt er fína. Já, bless. Já, við leiðum okkur að segja svona. Mér langaði að bæta því örlítið við að UN Women og Sónar Reykjavík náttúrulega hvetja alla til þess að rísa upp fyrir heimi án ofbeldis og mæta með ofbeldi húna og vekja leið fólk til veitendar það ofbeldi og óryggis sem á konur á flótta búa við. En þessi húa, sem sagt ofbeldi, hún er fáanlega á 3 og 9 í verslunum Eymundsson land allt ef hún er ekki uppselt og ég er búin að vera að sjá fullt af fólki með þessar húur og sumir einmitt hafa verið að spyrja hvar er sagt að fá þessar húur, þannig að þetta er í Eymundsson fyrir þá sem að eruð að leita.